fyrir. Herðu, velkomin á United Reykjavík samkomu. Mér heyrist vera saumaklúbbur hjá hljómsveitinni. Við erum að tala Guð. Herðu, við ætlum að lofa Guð í kvöld, er það ekki? Ok, það eru 2 sem ætla að lofa Guð í kvöld. Við ætlum að lofa Guð í kvöld. Við ætlum að beina sjónum okkar að hásæti Guðs. Amen. Mér langar að biðja ykkur að rísa á fætur. Við ætlum að byrja að biðja. Heilaði Far, ég þakka þér fyrir nærveru þína. Drottinn minn og Guð, ég þakka þér fyrir að þú ert hér. Við bjóðum bara þinn anda velkomna að gera það sem þú vilt gera hér í kvöld. Ég biði Faðir minn að snerta við einum og sérhverjum í kvöld. Og ég biði fyrir þeim sem eru kannski búin að vera eiga erfiðan dag eða búin að vera að glíma við erfiða hluti, Drottinn. Ég biði bara að koma með þína huggun, þína lækningu og þína lausnin í líf þeirra. Ég þakka þér, Drottinn, að þú ert skapari himins og jarðar, þú ert konunga, þú ert Drottinn dýrðar. Og við bara beinum sjónum okkar að hásæti þínu í kvöld. Við elskum þig, Jesús. Og líður í sagði, Amen. Við ætlum að rokka smá, er þið til í það? Hvað svo er Rúnar hérna? Fullkomið líf hans var, sú fórn sem hann þar gaf. Sjá hann þar í nafni kærleikans, flotinn en dýrlegan, allt fyrir mig hann gaf. Þetta Jesús í sinni dýr, miskunn án skilyrða, frelsi sem nú ég hef. Mín synd settur falin skömm, með honum ná í þér, eilífinn sigur mér. Þetta Jesús í sinni dýrð, konungur himins gaf sitt til mér.
Þvílík byrjun. Þegar þessi þrjú eru komið saman á svið, þá von á ykkur rosalegu. Það bara svoleiðis. Heyrði, ég á maður að segja gleðilegt sumar. Nú sér maður fullt af hvítum bólum og svona. Fólk komið í sumarfíling. Heyrði, ég með tilkynningar. Fyrsta tilkynningin að eftir tæplega 2 vikur, föstudag, laugardag, sunnudag og mánudag verður Jesú helgi. Það var Jesú helgi fyrir svolítið síðan. Og núna ætla þau að halda aftur Jesú helgi og það sem sagt föstudagurinn, getur ykkur hrópa til mín dagsetningunni? Föstudagurinn 12. eða hvað? 13. Ok, að 13., 14., 15., 16. Byrja 12. Þannig að föstudagskvöld, laugardagskvöld, sunnudags samkoma og svo endar þessi Jesú helgi hér á mánudeginum. Þannig að þetta verður dúndurhelgi og við þurfum, sem sagt, það skiptir ekki máli þú ert nýbúin að kynnast Jesú eða ekki búin að því, eða hvort þú ert búin að þekkja hann bara í 40 ári eða eitthvað. Þá alltaf þörf á því að taka tíma frá og hlusta á kennslu, lofa Guð og læra eitthvað nýtt. Eða dusta af því sem maður kann. Þið ekki til í það? Herði, en svo það þannig að það afmælisbarnina í salnum. Hver á afmæli í dag? Það begur að standa upp. Óli minn, innilega til hamingju með afmælið. Innan ykkur taka mynda á þessu, þetta er svo fallegt. Herðu, það afmæliskaka, auðvitað, að því það afmæli, þá fær maður afmælisköku. Þannig að mig langar að syngja þetta einu sinni enn. Og þú blæst svo kökuna. Þú ert að blása kökuna eins og afmælisbarn. Svo kökuna hérna. Þannig að ekki fara fyrir að fá kökusneið eftir samkomu. Það ekkert verið að laumast í hana. Já, ég á að lesa á kökuna. Á kökunni stendur Óli Haukur, looks 32, feels 22, acts 16. That makes him 70. Hvað trommirnar? Einmitt. Herri, en við ætlum að lofa Guð í kvöld. En lofgjörðin í kvöld svona út frá hans uppáhaldslögum. Oh yeah. Og við fengum Rúnar okkar til að koma og syngja og rokka svolítið með okkur. Og við langar að fá ykkur til þess að syngja og lofa Guð með okkur. Amen. Footsteps of my King, and I can hear his heartbeat beckoning. And in my darkness he has set me free. I can hear his spirit calling me. He's calling, wake up child, it's your time to shine. 'Cause we were born for such a time as this. He's calling, wake up child, it's your time to shine. You were born for
such a time as this, for such a time as this. The holy rumbling, I've begun to preach another king, losing chains and breaking down the walls. I want to hear the Father when he calls. He's calling, awake up child, it's your time to shine. You were born in such a time as this. He's calling, awake up child, it's your time to shine. You were born for such a time as this. He's calling, wake up, child. It's your time to shine. You were born for such a time as this. He's calling, wake up, child. It's your time to shine. You were born for such a time as this. For such a time as this. This is the anthem of a generation. Here we are, God, shake our nation. All we need is your love. You captivate me. This is the anthem of a generation. Here we are, God, shake our nation. All we need is your love. You captivate me. Captivate me. This is the anthem of a generation. Here we are, God, shake our nation. All we need is your love. You captivate me. This is the anthem of a generation. Here we are, God, shake our nation. All we need is your love. You captivate me. You captivate me. I am royalty. I have a destiny. I have been set free. I'm gonna shake history. I am royalty. I have a destiny. I have been set free. I'm gonna shake history. I am royalty. I have a destiny. I have been set free. I'm gonna shake history. I am royalty. I have a destiny. I have been set free. I'm gonna shake history. History. Anthem of a generation. Here we are, God, shake our nation. All we need is your love. You captivate me. This is the anthem of a generation. Here we are, God, shake our nation. All we need is your love. You captivate me. This is the anthem of a generation. Here we are, God, shake our nation. All we need is your love. You captivate me. This is the anthem of a generation. Here we are, God, shake our nation. All we need is your love. You captivate me.
Nú ætlum við að tjúna þetta aðeins niður. Kunnið er textan. Körgum þetta til nú. I love you, Lord, though your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. 'Cause I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Syngjum saman. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Every single time. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I
of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Það var hérna, já, klappa. Það var hérna smá afmæli helgina og þar komu dætur hans Óla upp og voru með smá hérna ræðu og þær sögðu að við skulum alveg vera hreinskilin að þær héldu að þeir myndi aldrei halda upp á hann áfangi á pabba sínum og mér fannst það svo ótrúlega sterkur vitnisburður að við erum nú hér til að lofa Guð og beina dýrðinni til hans að það langar maður að segja að ég ólst upp með börnunum hans Óla. Þá var hann fullur í Svíþjóð og ég þekkti hann aldrei nema bara fullir pabbinn í Svíþjóð sem var alltaf bara í Svíþjóð. En ég þekki börnin hans mjög vel. Og svo kemur hann heim, kemur eiginlega heim bara til þess að klára þetta, bara að vera nálægt börnunum sínum. Og fær hjartastopp á leiðinni inn á Hlaðgerðarkotið ekki. En Guð hafði annað plan. Og þegar við vorum að syngja hérna saman sem einn bara englakór, All my life you have been faithful, þá langaði mig að segja ykkur það að allt lífið hans Óla þá hefur Guð verið trúfastur og ég hef fengið að vera á fyrsta sæti, á fyrsta bekk að horfa á það sem að Guð hefur gert í líf hans. Það hefur ekkert verið auðveld ganga síðan þú komst heim og síðan þú byrjar United í smá mótþróa en Guð hafði plan og ég veit ekki hvað hafa komið margir einstaklingar í gegnum United Reykjavík og fengið að snerta á Guði og fengið að eignast nýtt líf í dag. Ég hef sjálf búin að vera í þessu starfi síðan ég var 9 ára, 9. bekk og ég mætti bara hérna einhver klikkaða rúlingur pappa mínum fyrir nokkrum árum en hér er ég ennþá og Óli Haukur, ég veit að hann á mikið í öllum hér inni í kvöld og mér langar bara að við sjáum hvað Guð hefur gert í gegnum Óla. Hvað Guð er stór og mikill. Þessi litli maður sem kom bara hérna heim aftur til þess að bara klára þetta. En Guð hafði annað plan og ég veit að Guð hefur annað plan fyrir ykkur hér í kvöld. Ef að þú ert á þessum stað bara, já, ég er þetta ekki bara búið. Þá getum við hort á Óla Hauk og séð, nei, ég meina maðurinn þurfti að ákveða hvort hann ætlaði í fæðingarorlof eða ellilífeyrin. Þannig að Guð er aldrei búinn, sko. En það er nokkuð. En mér langar að við syngjum aftur All My Life og fyrir okkur sjálf að finna hvar er Guð trúfastur. Ég er ekkert blóðskyld Óla en hann er afi barnsins míns. Hann er svo stór og mikill hluti í lífi mínu og Arnars og við elskum þig Óla og ég veit að hér inni er fullt af fólki sem elskar þig. Við elskum þig. Og nú skulum við beina sjónum okkar á hásætinu og þakka Guði fyrir það sem hann hefur gert í lífum okkar. Amen. All my life you have been faithful and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Syngjum þetta aftur, all my life. And all my life you have been faithful every single time. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running. It's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running
the goodness of God. Amen. Guð fylltu mig með góðvild og með samúð gagnvart þeim sem þú gafst þinn son í þennan heim til alls mannkynsins kærleik minn. Syngjum saman, hjálpaðu mér að elska þau eins og þú, með kærleik sem tengir mann við mann og byggir brú, að þegar þau horfi í augum mín sjá þar ert þú, aðeins við lítið bros finni þau kærleik þinn. Þín ást mikil, því að snauðum jafnt sem ríkum hún mætir blíð. Við erum öll þín snilldar smíð, því öll sem eitt erum við börn þín. Hjálpaðu mér að elska þau eins og þú, með kærleik sem tengir mann við mann og byggir brú, að þegar þau horfi í augun mín sjá þar ert þú, aðeins við lítið bros finni þau kærleik þinn. Lát allt mitt líf segja hver þú ert, og frá undrum þeim ást þín gefur mér. Lát allt mitt líf segja hver þú ert, þú góður ert og trúfastur faðir. Lát allt mitt líf segja hver þú ert, og frá undrum þeim ást þín gefur mér. Lát allt mitt líf segja hver þú ert, þú góður ert og trúfastur faðir. Þú góður ert og trúfastur sem tengir mann við mann og byggir brú, að þegar þau horfi í augun mín sjá þar ert þú, aðeins við lítið bros finni þau kærleik þinn. Hjálpaðu mér að elska þau eins og þú, sem tengir mann við mann og byggir brú, að þegar þau horfi í augun mín sjá þar ert þú, aðeins við lítið bros finni
Nú ætlar hann Björn Ingi að koma og segja okkur eitthvað skemmtilegt. Svo verður kaka á eftir, krakkar. Kannski vasklas ég þér. Takk. Til hamingju með daginn, Óli. Heyr allir í mér. Til hamingju með daginn. Ég ætla að flytja ykkur bara nokkur orð, stutt orð á eftir. Mér langar að biðja Óli að koma hérna aðeins upp. Kannski vita ekki margir það, en við erum skólabræður úr Mýrasarskóla á Seltjarnarnesi. Og gerðum marga hluti saman. Og mér langar svona að rifja upp bara nokkur atriði. Og ég tók strax, Óli aðeins yngri en ég að vísu. Og ég tók strax eftir því þegar ég kynntist Óla, hann var mjög fjölhæfur og ekki bara ég sem tók eftir heldur margir aðrir í kringum okkur. Það var alveg sama hvaða íþrótt það var fótbolti, handbolti, körfubolti, hann lék á alls oddi, þó hann væri dálítið smár. Ég tók að vísu eftir því þegar Óli var að vaxa úr grasi, svona 12 ára, þá uxu fætur og hendur miklu hraðar heldur en búkurinn. Þannig að hann var alveg svona bara vákváð með stóra fætur og hendum, hann tók alveg eftir því sko. Svo jafnaði þetta sig þegar árin liðu, þegar kemur á tónlist. Vá, kornett, hann var í lúðrasveit, hann stofnaði hljómsveit með félögum sínum og gítar, píanó, það er alveg sama hvað það var. Það lék einhvern veginn allt í höndunum á honum. Og við áttum eftir að leika saman í leikriti, við gerðum saman svona skets, þar sem við dönsuðum saman, sungum og vorum með svona smá kabarett saman fyrir fjöldan allan af fólki á Seltjarnarnesi. Þannig að ég á mjög góða minningar þennan félaga minn, Óli Stuf saman, og það er orðin 50 ár, eða rúmlega 50 ár síðan. Ég var dálítið baldinn á þessum tíma og pabbi tók af skarið og sagði, ég var aðeins byrjaður sendi mig til Bandaríkjanna, ég var sendur sem skiptinni með þangað og þar kynntist ég Jesú og þráði að segja öllum frá og einn af þeim fyrstu sem ég sagði frá var Óli og nokkri félagar mínir, kallaði á heim í stofu, manstu eftir þessu? Já. Hvað eru mörg ár síðan? Tók ég ekki gítar og söng fyrir ykkur? Það var líka hópur þarna. Það var hópur af fólki sem kom. Og ég sagði þeim frá Jesú, þannig að hann er svona vitnisburður og við erum búin að fylgjast það við gegnum árin. Hann er búin að vera að sjá veitingastæðinu upp á Kríunesi, þar sem afmæli var haldið núna á laugardaginn og ég er búin að sjá hann gangi gegnum erfiða tíma, góða tíma og hér er hann í dag og mér langar til þess að fá konuna hans upp og við bara blessum þau fjölskylduna inn í það sem koma skal. Það er eitthvað mjög gott. Ef við ekki bara rétta rísa á fætur og rétta hendur okkar hingað út. Drottinn minn, við bara þökkum þér fyrir Óla og hans yndislegu fjölskyldu og börn drottinn minn og í þessu kvöldi núna, á þessari stundu, þá bara biðjum við farsæld, velsæld drottinn minn, blessun og framgang inn í þau ár sem framundan eru. Drottinn, við þökkum þér fyrir náð þína sem hvílir yfir lífið þeirra og við bara biðjum þeim blessuna drottinn minn og það sem þau taka sér fyrir hendur, það megi það lánast þeim í Jesú nafni. Mér finnst bara drottinn verið að segja, sjá, ég hef nýtt fyrir stafni. Það er ennþá meira, kæri hjón, sem Guð ætlar að gera í gegnum ykkur. Það er eitthvað mikið sem á eftir að gerast. Bara blessum ykkur í Jesú nafni. Amen. Fórnin. Já, ég skal segja. Það gleymdist aðeins að taka fórn í fagnaðarlátunum. En nú ætla baukar að ganga og það er pósi aftast. En þið getur líka farið bara í pósan þegar þið farið út. Þannig að við erum of mikið trufl. En Guð elskar glaðan gjafara. Amen. Það er alltaf gott að gefa. Við eigum að lifa þannig í lífinu að við erum alltaf gefandi. Ef út með kreftan hnefann í gegnum lífið, þá lendur þú sífellt í átökum og árekstrum. En þú eru gefandi, gefur faðm, gefur kærleika, gefur vináttu, gefur aur, pening, þá gengur allt upp í lífinu, mikið, mikið betur. En lífið með Guði er yfirnáttúrulegt og við sungum áðan All my life you've been faithful og ég er búin að vera að trúa þau núna í yfir 50 ár. Ég var 17 ára gamall þegar ég eignaðist trúna
Og ég get bara vitnað þessi orð allan þennan tíma að Guð búinn að vera trúfastur. Aldrei klikkað og aldrei hef ég einu sinni séð eftir þessu skrefi sem ég tók þegar ég var 17 ára gamall. Ég hef klikkað, ég hef farið út af veginum eða farið í einhverju ógöngur, en alltaf hefur hann verið trúfastur og sýnt mig kærleika og varðað minn veg þannig að til blessunar og framgangs og þannig vill hann að líf okkar sé á allan hátt. En lífið með Guð yfirnáttúrulegt og ég sagði ykkur einhvern tíma svona litla sögu sem ég ætla að endurtaka. Það var maður sem var að ganga með hundin sinn og kemur að lítilli tjörn eða vatni og hann tekur upp sprek eða spýtu og hendir út á vatnið. Og hundurinn fer strax á eftir og hann hleypur á vatninu. Og kallinn tekur eftir þessu býtu, hann er vanur að synda, hann hleypur á vatninu og hann kemur aftur tilbaka, hann tekur upp spýtuna úr kjafti hundsins og hendir hún aftur út og hundurinn hleypur á vatninu. Og hann horfir í kringum sig og byrju, er einhver að fylgjast með? Er einhver annar að sjá þetta eða ég? Er ég orðin eitthvað, hvað er í gangi hérna? Svo hann fer heim, það var enginn sem var vitnaður sem hann sjálfur og tala við nágrannar sinni og spyr hvort hann sé ekki tilbúin að koma í morgunsárið með sér í göngutúr með hundin. Jú, ekkert mál, sjálfsagt, segir hann. Og þeir fara að ganga, koma að þessari tjörn og hann segir, fylgstu nú mjög vel með. Tekur spýtu og hendur á vatnið og hundurinn bara hleypur á vatninu, næri spýtun og kemur hann tilbaka. Og hann horfur á vin sinn og segir, tókst eftir einhverju mjög óvenjulegu? Já, segir hann, hundurinn kann ekki að synda. Og þetta bara, stundum tökum við ekki eftir því sem að Guð vill gera í lífi okkar. Og þegar við lesum Nýja testamentið, ég elska Biblíuna, hefur hann alltaf með mér, og þá er text í Biblíunni sem við lesum aftur og aftur og aftur. Það segir að stundin var ekki komin. Þeir reyndu að handtaka Jesú, stundin var ekki komin. Og hans tími var ekki komin. En loksins þegar tími hans var komin, og hann segir við lærisveina sína, hjartanlega hef ég þráð þessa stund, segir hann. Og Jesús er þannig, hann vissi nákvæmlega hvað var að gerast. Hjartanlega hef ég þráð þessa stund að neita þessara kvöldmáltíðar með ykkur, síðustu máltíðina, hann vissi hann var að fara á krossinn. Nú er stundin komin. Áður þá var alltaf stundin er ekki komin, nú er stundin komin. Og einum stað þá les hann vers, eða segir við þá, hann er búinn að brjóta brauðið með þeim, hann er búinn að tala við þá, hann er að biðja með þeim og það er bara einhverjar mínútur í það að hann veri handtekinn. Þá segir hann, þegar að konan fæðir er hún í nauð. Því að stund hennar er komin, hún er í nauð. Þegar hún hefur alið barnið, minnist hún ekki framar þrauta sinna af fögnuði yfir því að maður er í heim borinn. Eru þið hér hryggir, en ég mun sjá yður aftur og hjarta þér mun fagna og enginn getur tekið hennar fögnum frá okkur. Hann er að segja frá upprisinu sinni. Og ég fór svona bara að hugsa, þetta vers kom til minn í dag, ég á 4 börn og ég var viðstaddur fæðingu þeirra allra. Og ég man eftir í fyrsta barnið, þú veist, það tók á hjá konunni, virkilega tók á og hún var í nauð en stund hennar var komin. Við byggum til atburðarás, við þráðum að eignast barn og undirbyggum þetta og nú var stundin komin og við vorum komin upp á fæðingadeild. Og hún var í þjáningum, það voru þrautir, það var ákveðin pína, en leið og barnið var komið í heiminn, þá fóru tár að renna af gleði og faðmur og það var bara alveg yndisleg tilfinning. Öll mín börn eiga að elska Jesú í dag og ég er þakkláttur fyrir það. En barnið eða ég, þegar ég fæðist, hef ekkert að gera með mína fæðingu. Ég undirbjó hann ekki. Ég hafði ekkert með hann að gera, ég tók ekki þátt í þrautum móður minna þegar hún var að eignast mig inn í heiminn og Jesús er að taka þessa líkingu hérna og hann segir stundin er komin. Alveg eins og móðurinn fæðir barnið fram, þá er stundin komin að ég mun fæða fram mína kirkju með þjáningum mínum á krossinum og upprisu frá dauðum. Og hann gerir þetta þannig, hann gerir þetta svo fallega og hann segir sko, í gegnum mínar þjáningu, þá mun þú eignast líf. Og eins og móðurinn er svo glöð þegar barnið er komið í heiminn, eins er Jesús svo gladur að sjá hvern einasta einstakling fæðast inn í sína veröld, sína eilífu veröld.
Og þetta er raunveruleiki. Það getur enginn fæðst inn í ríki Guðs, hið eilífa ríki, nema fæðist að nýju. Í gegnum það sem Jesús gerði á krossinum. Og það hefur ekkert með mín verk að gera, eða þín verk að gera. Það hefur að gera, með þinn vilja, alveg svo maðurinn í upphafi ákvaðast borða af trénu og taka ávöxt af trénu og brjóta lögmál Guðs og boð Guðs. Eins þurfum við að taka á móti þeim ávöxti sem á krossinum og velja það. Og taka það inn í líf okkar það sem Jesús gerði. Og ég fór að hugsa, við konan undirbyggum fæðinguna, það voru 9 mánuðir og tíminn leið, eins undirbjó Jesú, Guð komu sína hér á jörðina. Hann ætlaði að fæða fram yndislega kirkju í gegnum son sinn Jesú Krist. Og Jesús segir, stundin er komin. Og við lærum sína, þetta var mjög mikilvægt augnablik, nú er stundin komin að ég er að fara að fæða fram mína kirkju. Og mér langar bara að leggja þetta inn til ykkar núna. Foreldrar mínir undirbjuggu komu mína. Ég og kona mín undirbyggum komu barnan okkar. Kannski var það ekki þannig með þig. Kannski var engin undirbúningur. Kannski var það slysaskot. Kannski var það eitthvað ennþá verra. Kannski varstu aldrei elskaður eða aldrei elska á bak við það sem að verða skild úr þér. Kannski fékkst ekki það uppeldi sem þú áttur að fá. En þegar þú fæðist inn í veröld Guðs, þá eru foreldrar, himinin er á bak við þá fæðingu. Og það er búið að planleggja þá fæðingu með rosalega miklum fyrirvara og Guð þekkir nákvæmlega þín skref, hvar þú ert staddur. Ég var 17 ára og ég var komin á dálítið slæma stað í lífinu eða byrjaði að ganga svona veg lífsins og nautna. Þangað til að pabbi bankaði í bakið á mér og sagði, Ingimar, viltu ekki verða skiptinemi í Bandaríkjunum? Og ég bara, jú. Guð var með einhver áætlun í gegnum pabba á þessum tíma og Guð er með áætlun fyrir þitt líf. Það er alveg sama hvar þú ert í lífsgöngunni. Guð vill fæða þig. Hann er með plan, hann horfir á þig, hvað svo sem þú heitir, strákur eða stelpa, hann þekkir hárin á höfðuðinni, hvað eru mörg og hann hefur plan, hann lagði þetta allt á sig og hann segir, dauði, þjáning á krossinum og upprisa, þá segir hann þegar hann horfir á þig, það var þess virði. Það var þess svo sannarlega virði að gangi gegnum þetta allt svo því ég gæti fætt þig inn í ríki mitt. Það var þess virði, ég undirbjó þetta með mörg 100 árum, ég sá þig fyrir mér, ég gekk í gegnum dauðan, ég fór í krossin bara fyrir þig. Til þess að ég gæti endurfætt þig inn í líf mitt og þú orðið barn mitt að eilífu. Og það mun enginn taka þann fögnuð frá yður þegar þú farið að upplifa mig. 50 ár rúmlega er ég búin að ganga með Jesú. Og ég sé ekki eftir einu einasta skrefi, ég bara þakka Guði fyrir það sem hann hefur gert í mínu lífi og ég fór að hugsa, nú er stundin kannski í þínu lífi. Stundin komin, ef að þú verður ekki tekið á móti Jesú inn í líf þitt, þá er stundin núna að taka á móti honum og segja, Jesús, ég ætla að opna hurðina. Og þá kemur hann inn og fæðir þig að nýju og þá er orðin barn hins hæsta. Og þetta er boðskapurinn sem við erum að fara með út núna Jesú helgina. Þessa ekki næstu heldur þarnæstu helgi, ég hveti ykkur til að vera með, þetta er aðalega bara til að ná í nýtt fólk. Ná í nýtt fólk því að Guð þráir að allir eignist lifandi trú, komist til þekkingar á honum, þannig að þetta er tilvalið tækifæri til að bjóða fólki með sér, þetta er Jesú helgi, það er hann eitt sem getur endurfætt okkur í gegnum þjáningu sína inn í þessa nýju veröld sem að býður okkar. Það eru 2 heimar í dag, 2 heimar. Það er heimurinn sem við lifum í, hann er fallandi, við eldumst, eins og við erum búin að vera að tala um hér, en þeir sem vona á drottin endurnýjast og fá nýjan kraft, ekki satt? Jósúa í Gamla testamentu verið 80 ára gamall þegar hann byrjaði sína þjónustu og hann var held í 120 eða 30 ára gamall og sá stórkostlega hluti gerast, þannig að aldurinn skiptir ekki máli. En við þráum að sjá fólk frelsast og sjá bara vakningu verða á Ísland og þetta er eitt skrefið, Jesú helgin ekki næsta heldur þarnæsta. Og hún verður haldin upp í Kristkirkju og endar hér, þannig að ég vil bara biðja ykkur að undirbúa það núna, byrja að biðja með okkur fyrir því að fullt af nýju fólki með eignast trú, ungt fólk eins og þegar ég var 17 ára, fólk á þessum aldri, eldra, yngra og bara öllum aldri með komast á þann stað að læra að þekkja hinn eina sanna. Sem hann lagði þetta allt á sig og það er heilmikið sem hann leggur á sig að eignast barn, skilur þau. Guð lagði allt að mörkum til að eignast þig, til að eignast þig. Og þegar ég komst að þessu bara, vá, ég er elskaður, alveg sama hvað. Vá, hann undirbjóði þetta allt saman.
og ég má ganga í nektum hans og blessunum. Ég barn hins hæsta og það verður aldrei neitt tekið frá mér. Ég mun alltaf vera það og mín bíður paradís með honum, mín bíður ný veröld sem ekki á þessum heimi. Þannig að þetta svona búið að liggja í hjarta mínu bara endurfæðingin. Vá, hvað ég var glaður þegar börnin mín voru komin í heiminn. Vá, hvað Guð glaður þegar hann sér þig koma inn í sína veröld og hann segir, það var þess virði að deyja á krossi fyrir þig. Það var þess virði að deyja þínum dauða. Það var þess virði að rísa upp frá dauðum. Guð elskar þig. Þannig að ég ætla bara að enda með bæn. Kakan býður okkur. Drottinn minn, við þökkum þér fyrir að þú þráir að mæta hverjum og einum sem hér er inni. Og við vitum það, Drottinn Jesús, að þú ert svo sami í dag og í gær og þú hefur alltaf verið. Við vitum að koma þín í nánd, Drottinn, og við þráum að sjá sem flesta áður þú kemur og komast inn í ríkið þitt. Og við þráum það ekki bara, þú þráir það miklu fremur því að þú lagðir allt í sölurnar til að hver einasti Íslendingur mætti fá að upplifa kærleika himinsins og þetta nýja líf. Og ég biði núna, Drottinn, ef það er einhver hér inni sem ekki á þetta líf, þá megi stund hans vera núna. Þá megi stund hans vera núna. Stundin er komin að ganga inn í ríkið þitt, Drottinn. Og ég bara bið fyrir öllum vinum mínum hérna, öllum þeim sem hingað eru komin, Drottinn. Þú hefur áætlun og tilgang með hvern og einn. Og ég bara blessa þig í Jesú nafni og ég segi við þið, hafðu trú. Þau skref sem þú ert að taka núna fram á við, stígðu þig í trú, treystu Guði, hann mun velfyrirsjá, hann mun opna nýjar dyr og leiða þig inn í sína vegu. Við skulum rísa á fætur og bjóðum upp á fyrirbæn. Ef að þú vilt stíga þetta skref sem ég nefni á þann, að nú er þín stund, þá komdu hérna fram og þá ætlum við að biðja með þér. Annars er Kaka sem býður okkur hérna frammi, áframhaldandi samfélag og svo er Jesú helgi líka framundan. Það eru nokkri búin að spyrja mig hvað Óli vill í afmælisgjöf og það er alveg að hreina hvað Óli vill í afmælisgjöf. Ég er búin að spyrja hann tvisvar. Hann vill að þið styrki draumastarfið og það er gjöfin til Óla. Þannig að það er bósin, en svo er líka á Facebook síðinu okkar. Það er bankareikningurinn. Þannig að ég vildi bara segja ykkur út í að það er nokkri búin að spyrja mig. Þannig það er afmælisgjöfin. Og við erum hérna, ef þið viljið fyrirbæn, Viktor og þið dragið Óla fram. Er það ekki? Kaffi og kaka. Takk fyrir í kvöld. Takk fyrir frábæran kóri hérna áðan.